Efni hafa mismunandi áferð og eiginleika. Sum efni eru hörð viðkomu, sum geta runnið niður halla á meðan önnur svífa Efni taka á sig mismunandi ham. En hvað er átt við með orðinu hamur í efnafræði og hvaða fleiri hugtök og orð tengjast því? Við skulum halda áfram að skoða vatnið. Ef við skrúfum frá krananum, þá rennur úr honum vatn. Ef við kælum þetta vatn nægilega mikið, þá verður það ís. Ef við hitum það nægilega mikið, þá gufar það og verður að vatnsgufu. Vatnið heldur áfram að vera vatn, H2O, en eiginleikar þess og áferð breytist. Það sama má segja önnur frumefni og efnasambönd. Borðfótur úr hreinu járni sem hefur efnatáknið Fe, við stofuhita harður og fastur fyrir. En ef við hitum hann upp í 1535 gráður, sem mjög heitt, bráðnar hann og fer að renna til, verður fljótandi. Og ef við höldum áfram og hitum vökvann upp í 3000 gráður og þar yfir, fara frumeindirnar að losna enn meira í sundur og fara að svífa loftið. Við notum hugtakið hamur í þessu samhengi. Þannig getur efni verið í mismunandi ham. Það getur verið fast í storkuham, fljótandi í vökvaham og sem gas í loftham. Þegar efni fer úr einum ham í annað, til dæmis þegar það breytist með mismunandi hitastigi, þá köllum við það hamskipti. Þannig storkna efni þegar þau fara úr þeim ham að vera fljótandi yfir í að vera föst, en bráðna þegar þau fara úr því að vera föst yfir í að vera fljótandi. Þegar efni hættir að vera vökvi og verður að gasi, þá tölum við gufun, en þegar gas verður aftur að vökva, tölum við þéttingu. Efnafræðin hefur mismunandi tákn fyrir ham efna. Þannig myndi efnaformúlan fyrir ís vera H2O og innan sviga S, þar sem að S stendur fyrir orðið solid, sem þýðir fast fyrir. Formúlan fyrir vatn við stofuhita væri H2OL innan sviga, þar sem L stendur fyrir liquid, sem þá vökvi á íslensku, og fyrir vatnsgufu H2OG innan sviga, þar sem G stendur fyrir gas eða loftham. Það hitastig þar sem efni fer úr því að vera í storkuham yfir í vökvaham, þegar efni hættir að vera fast fyrir og verður að vökva, köllum við bræðslumark. Það hitastig þar sem efni færist úr vökvaham yfir í loftham, hættir að vera vökvi og verður gas, köllum við suðumark. Bræðslumark og suðumark efna eru mjög mismunandi. Þannig vitum við að vatn frýs við 0 gráður á Celsiuskvarða, en járn storknar við 1535 gráður. Og nú vitum við að eitt og sama efnið getur tekið á sig mismunandi ham án þess að það hætti að vera sama efni. Þegar efnafræðingar tala á almennan hátt ham efna, til dæmis þegar það er talað að vatn sé fljótandi og súrefni sé gas og járn sé fastefni, þá eiga við þann ham efnisins sem við svokallaðan stofuhita. En það hefur verið ákveðið að stofuhiti 25 gráður. Já, og nú vistu ýmislegt ham og hamskipti og að minnsta kosti hvernig orðin tengjast efnafræði.